gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og verið velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og við ætlum að fjalla Gaza. En til mín eru komnar 3 konur sem hafa verið í virkum samskiptum við fólkið á Gaza. Þannig að við ætlum svona að fá þær sögur beint í æð. En til mín eru komnar Guðný Gústafsdóttir, Elínborg Angantýsdóttir og Júlía Björnsdóttir. Verið velkomnar. Takk fyrir. Og já, ég svona fékk þessa hugmynd að einmitt kalla ykkur að borðinu. Við vorum nú að koma af mótmælum sem að já, eru enn ein mótmælin fyrir Gaza og ég veiti ykkur með mér af því að ég vildi fá einmitt svona svolítið já, þessar sögur fólksins sem er bara í þessum átökum og ég veit að mörg okkar hafa fengið vinabeiðnir og skilaboð og þetta er eiginlega bara svo mikið að manni eiginlega fallast hendur. Ég hef sjálf verið bara í svona smá samskiptum við nokkra aðila en ég veit að þið eru búin að vera í mjög virkum samskiptum og eruð í jafnvel daglegum samskiptum við einhverja. Kannski byrja á þér, Guðný. Getur þú sagt mér eitthvað aðeins svona frá fólkinu sem þú ert í samskiptum við? Já, ég er í samskiptum við 30 manns og þetta fólk eru flest fjölskyldufólk, barnafólk, líka við telst til í fljótu bragði 3 sem eru barnlausir en samt hluti af stórfjölskyldu. Það er alltaf stórfjölskylda á bakvið hvern einstakling á Gaza. Og ég er búin að vera í miklum samskiptum í marga mánuði, við suma daglega, suma einu sinni í viku, en aldrei held ég sjaldnar heldur en einu sinni í viku. Og núna upp á síðkastið hafa samskiptin orðið tíðari, neyðin er náttúrulega orðin meiri, fólk þarf meira bara að tjá sig. Og já. Einmitt. Og svona vita að þau eru ekki ein. Já, sem að skiptir öllu máli. Ég fekk einmitt skilaboð frá einum mjög kærum vini mínum sem heitir Jósef. Hann er læknanemi, 26 ára gamall maður. Hann skrifaði mér í nótt að hann var náttúrulega að segja mér frá harðnandi átökum og harðnandi hungursneyð og allt það, en hann sagði það er ekki verst er þögnin. Sprengjurnar eru ekki verstar, hungrið er ekki verst, heldur þögnin og afskiptaleysi vestuvelda. Þannig að við nokkrar konur á Íslandi höfum verið að reyna að standa vaktina við að rjúfa þessa þögn og koma þeirra röddum og skilaboðum til skila. Já, ég sé að þú hefur verið mjög virkið að pósta ákallum frá fólkinu og þau eru náttúrulega flest með svona GoFundMe síður eða einhverjar svona sem er hægt að leggja inn, er það ekki? Jú, og það náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli og ég veit alveg raunveruleikin er þannig að þetta fólk sem á eins og okkur hér upp á Íslandi og þetta er orðið mjög þétt net kvenna, við erum nú marga kynnst í gegnum þessi samskipti okkar við fólkið. Já, orðið nýjustu bestu vinkonu Norðan Heiða, ég hef aldrei hitt hana, Kristín Bjarnadóttir, sem er margra manna maki og með marga tugi fjölskyldna sem hún er í samskiptum við. Okkar fjölskyldur eru að lifa þetta út af okkur og okkar fjárframlögum. Það er bara þannig, það er ofboðslega mikið af fólki á Gaza sem hefur engan, sem er ekki með síma, er ekki með reikning og fólk er náttúrulega byrjað að deyja. Við vitum það þurfa að minnst að kosti 100 börn dáin svo vita sé úr hungri, svelt í okkar boði. En okkar fólk á þennan möguleika til að lifa af og ég hef nú oft sagt það og ítrekkað og ætla að gera það aftur fyrst ég er nú komið með hljóðnema í andlitið að
í öllum þjóðamorðum þá lifir fólk af. Það hefur aldrei verið framkvæmt þjóðamorð þar sem ekki eru neinir eftirlifendur. Þannig að það sem við erum að gera, við erum að reyna að bjarga fólki á Gaza, við erum raunverulega að reyna að sjá til þess að það verði eftirlifendur standandi. Og ég ætla bara að fá að misnota þetta tækifæri og biðja fólk að styrkja. Og það er ekki nóg að gera það einu sinni í mánuði. Núna er það þannig að það er bókstaflega, fólk er að borða, deila með sér heil fjölskylda einum osti á dag, sem dæmi. Stundum er eitthvað til á markanum, stundum er ekkert til á markanum og það þurfa að koma fjárframlög reglulega. Það sem eftir er af þessari helför. Já, náttúrulega verðið á öllu er orðið líka gríðarlega hátt. Já, bara algjörlega ótrúlegt, sko. Já. Þegar hún sendi okkur svona dæmi verð og íslenskt verð bliknar alveg í samanburði. Elínborg, vilt þú segja mér aðeins frá? Já, ég er búin að vera að fylgjast með fólkinu á Gaza. Ég held að séu nokkra vikur. Ég hef ekki svona marga vini eins og Guðný og ég hugsa jafnvel að það hefur bara reynst mér of erfitt. Mér finnst þetta tilfinningarlega mjög erfitt en ég get ekki hugsað mér annað en að styðja við fólkið. Og ég á nokkra vini á Facebook, það eru aðalega 3 fjölskyldur sem að ég hef verið í daglegum samskiptum við og ein af þessum fjölskyldum hef ég tengst mjög sterkum tilfinningarlegum bandum. Það er kona sem að heitir Hanín, hún er á Facebook undir nafninu Sara, 31 árs gömul og hún ber ábyrgðina á þessari fjölskyldu. Og já, ég er eiginlega í alveg einstöku sambandi við hann og ber hana mjög fyrir brjósti og mér langar að segja frá því að ég finn að það er eins og af því að við erum svo tengdar, ég er eitthvað haldreipi fyrir hana. Og við þessar íslensku konur sem erum í þessu, við erum haldreipi fyrir fólkið. Það gerðist eitt kvöldið að ég var að tala við hann í gegnum Messenger og þá fekk ég símtal, þannig að ég tók það og það leit allt í langur tími og hún eiginlega varð alveg miður sín af því að hún hélt að ég væri orðin svo leið á þessu og ég væri bara hætt að vera í samskiptum við hana og þá einhvern veginn skynjaði svo vel hvernig líðanin er og hvað þau eru ofboðslega ein og hvað þau treysta á okkur. En samt getum við ekki gert nærriði nóg. Við erum náttúrulega að reyna að afla, vera með hjálpa með þessar fjáraflanir og deila póstum og það kemur alltaf eitthvað inn en samt ekki nærriði nóg vegna þess að þau eru alltaf svöng. Börnin þau náttúrulega skilja þetta ekki alveg vel og eins og í hennar tilviki að þá er hún er mjög sterk og dugleg kona en hún er líka mjög viðkvæm og alveg óskaplega erfið. Og já, það er eitt sem ég langar líka að segja í sambandi við fjáraflanirnar. Mér langar svo þess að hvetja fólk sem er að horfa á hennar þátt til þess að gefa. Það munar svo mikið hvert og eitt framlag og það þarf ekkert kannski endilega að vera, ef að margir leggja saman, þá kemur það. En mér hefur fundið svona þegar ég er að deila að það er alltaf sama fólki sem er að gefa. Þannig að mér langar að nota þetta tækifæri og biðja það að fólk getur alveg séð af eins og einni kaffihúsaferð eða jafnvel sumir eru bara ágætlega efnaðir og getur gefið bara kannski svolítið vel. Já, það er margt smátt gerir eitt stórt. Já, einmitt. Og svo, já, kannski eitt enn sem ég langar að segja að ég hef líka verið að gefa og svo einn daginn þá fór ég að skoða þetta og ég sá kannski verði ég aðeins að stoppa við. En það er svo erfitt að segja nei. Það er ofsalega erfitt að segja nei. Og ég reyna að gefa alltaf eitthvað. Já. Júlía, getur þú sagt mér eitthvað frá þeim fjölskyldum sem þú hefur verið í sambandi við? Ég er búin að vera í sambandi ég sem sagt á 29 vini á Gaza á Facebook. Já. Og
ég er í mismiklu sambandi við þetta fólk, sumt fólk miklu minna sambandi og þetta bara mjög krefjandi og mjög tilfinningarlega erfitt í rauninni sko. Og ég hef nú svolítið svipaða sögu og það að segja að ég búin að vera allmarga mánuði að fylgjast með þessu og allmarga mánuði með svona góða eða marga vini og þannig að ég tek undir það sem hún að segja hún Elín Borg að við erum að hjálpa fólkinu og eins og hún Guðný segir líka við erum svolítið góður hópur hér bæði dálítið mikið í Reykjavík og stór hópur á Akureyri líka sem tengist henni Kristínu Bjarnadóttur og við erum allar í þeim hópi held ég og ég veit ekki hvað þetta fólk væri statt ef að við værum ekki til staðar fyrir það en vafalaust þetta fólk líka og mér sýnist það líka með einhverja tengingu erlendis sérst annar staðar en maður sko þetta fólk segir meira og minna ef það væri ekki fyrir ykkur íslensku konur og þau segja sérstaklega íslensku konur þá væru við ekki á lífi í dag af því að það svo merkilegt að til dæmis Kristín Bjarnadóttir með mjög góða yfirsýn yfir þetta allt saman og hún hefur sagt mér að að þetta eru mestmegnis konur og þetta eru mjög mikið eldri konur og einhleypar konur mjög mikið og það svona finnst mér íhugunarefni og bara ég velti því fyrir mér hvað veldur hvar allt hitt fólki og mér finnst þetta mjög sko og meira segja þetta oft sko fólk sem á minni pening sem gefur og hinir sem eiga meiri pening þeir gefa ekki allavega vonandi auðvitað einhverjir af þeim en já en ég bara sem dæmi sko að ég var eitthvað að posta í nótt og þessi samskipti eins og þið eru að segja eru náttúrulega mjög mikið að við erum að deila sögum þeirra og við erum að mestmegnis maður nú að reyna að skiptast á sérst í Messenger á Facebook að tala saman þar en ég var svona á leiðin í rúmið í nótt klukkan 1:30 þá hringir góður vinur sem heitir Bilal Aburok og hann 7 barna faðir og hann líka, hann Bilal, hann svo stórkostlegur sko, við erum náttúrulega allar vinkonur hans bæði fyrir sunnan en hann sem sagt hringir í mig akkurat þarna, ég bara byrst afsökunar ég bara klökkna svo oft þegar ég að tala þetta af því þetta fer alveg djúpt inn í tilfinningarnar hjá manni en hann sem hringir og hann á 7 börn en hann auk þess að vera að hjálpa sinni fjölskyldu bara og halda og sjá bara halda sér á lífi og sínum börnum að þá finnst honum svo erfitt að horfa á allt fólkið í kringum sig sem að á erfiðara með að bjarga sér sumir eiga ekki síma og get ekki verið í sambandi eða eru einhvern veginn ekki eins í stakk búnir til að verða sér út aðstoð þannig að hann eiginlega með 20 fjölskyldur á sínum herðum sem hann að aðstoða og þegar hann tók svo sérstaklega fram við mig í nótt að hann að fá jafnmikla upphæð og jafnvel minni upphæð en margir aðrir en nota bene hann að sjá þennan stóra hóp þetta slagar hátt í 100 manns 20 fjölskyldur með svo marga í hverju fjölskyldu og og miða við það að hann kallar þetta Bilal Charity Team þessi hópur eða semst þetta úthald sem hann með og hann sko að leggja áherslu á það að hann þarf hærri framlög og auðvitað þetta erfitt og ég búin að vera í staldu marga mánuði eins og Guðný og maður alltaf að reyna að leggja fram og hjálpa fólki en svo bara getur maður það ekki endalaust heldur þannig að við erum að reyna að fá fleiri í lið með okkur og með því að vera alltaf að posta þá erum við alltaf að vonast til þess að komi fleiri í hópin en mér finnst það bara svo dapurlegt hvað það lítið af fólki sem bætist við maður sér svo fánöfn bætast við
Og ég verð bara að tjá mig það líka að maður stundum að tala við vini sína og fólk svona sem að maður hittir í hópum kannski eða eitthvað. Mér finnst reyndar mjög erfitt að vera að tala þessi mál svona í einhverjum hópum og ég geri það mjög lítið en ef það ber eitthvað á góma þá reyni ég að nota tækifærið og segja frá og spyrja hvort ég gæti hugsað sér að og það var ein góð vinkona mín sem var svo ofboðslega yndislega. Hún lagði inn 50.000 á mig sem ég mátti deila út og ég bara hvet fleiri til að gera slíkt í sama. Það má leggja inn á okkur og við getum deilt því út þar sem við sjáum að þörfin er. Já. Og líka vil ég taka fram að það er svo margir sem hafa vantreyst þessum GoFundMe reikningum og það eru fleiri fyrirtæki eða fleiri svona reikningar, ég man ekki hvað þeir heita. Já, en þeir eru öryggir og þetta fólk fær peningin og það eru svo margir sem segja, byrju, hvað fær það peningin? Hvar eru bankar? Er ekki allt í rúst? En það eru hraðbankar, það er svo merkilegt að það þjóta alltaf upp hraðbankar. Já. Og það sko fólkið fær, við sem sagt gefum inn á þessa linka, þarna, hlekki sem að eru framlaga hlekkirnir og fólkið fær það strax, sko ég fylgi því alltaf eftir, ég segi alltaf í skilaboðum, ég var að leggja inn á þig og ég geri það anonymous, ekki með nafninu mínu því að leið ég er búin að gefa nafnið mitt, þá fæ ég beiðni frá svo ofboðslega mörgum í viðbót af því þeir eru svolítið að skoða hjá öðrum. Já. En ég sem sagt læt þá alltaf vita, ég var að leggja inn á þig, það var klukkan þetta og kíkta á það hvort þú sér það. Og ég svo fæ ég alltaf skilaboð og þakkir. Og svo eftir kannski 2-3 daga þá er þetta komið þá er hægt að leysa þetta út, kannski 2 daga í hraðbanka. En svo vil ég taka annað fram líka að sko ég hef bara ekki kynnst yndislega fólki held ég á ævinni. Þau eru svo ótrúlega þau eru svo ljúf í framkomu, þau eru svo hæversk, það er allt eitthvað svo fallegt sem kemur frá þeim og það er svo merkilegt að það er ekkit kvart og kvein. Það er svo merkilegt með það. Og ég held bara að, já, maður er bara undrandi hvað fólkið sko einhver svona stóísk ró yfir svo mörgum. Það bara er alveg ótrúlegt. En já, það er svo margt sem maður getur sagt Já, þetta En það sem hefur svolítið einkennt þessi svona Palestínu mótmælin og fleira hvað það eru í yfirgnæfandi meirihluta eru mæður sem eru að taka þátt í þessum mótmælum. Er þetta eitthvað sem að þið kannist við svona að tengja við sérstaklega mæðurnar á Gaza að sko það eru horfa upp á það með litlu börnin sín og flýjandi undan sprengjuregninu og Þetta eru mæður sem maður tengir mikið við en það eru samt sko oftast feðurnir sem eru í samskiptunum ef þeir eru á lífi þar að segja náttúrulega mjög mikið af einstæðum af ekkjum einstæðum mæðurum sem við erum í samskiptum við líka en það er náttúrulega ekkert nýtt að mæður sko beiti sér fyrir friði að konur komi sér saman í hjálpastarfi og það er náttúrulega Íslandssagan og svo margt annað hefur sýnt það bara eins og bygging Landspítalans og ýmislegt annað sem að íslenskar konur hafa gert Kvenfélögin og allt það en ég ætla nú að nota þetta tækifæri til að hvetja íslenska kalla að koma í hópinn. Já. Það er hópur á Facebook. Já. Það ekki? Það heitir bara styrkir og safnanir. Jú, eru margir hópar. Já, eru fleiri en einn, já. Og þetta er náttúrulega grasrótastarf, sko bókstaflegt grasrótastarf og þetta er dreifður hópur og við erum svona smá saman að kynnast fleiri og fleiri aðalega konur en líka karlar sem eru í þessu starfi og það er hópur sem er að styrkja, það er hópur sem er að stendur fyrir mótmælum, sko, það er alls konar starfi í gangi. Já. Og sem að náttúrulega gerir þetta lifandi og kröftugt og skemmtilegt eins og allt sem kemur frá grasrótinni. Já, akkurat. Ég var bara að spá í hvar fólk getur fundið
eða leitar að þessum hópum. Það eru alveg safnanir og styrkir fyrir fólk á Palestínu. Já, það er eitt svoleiðis hópur sem er daldið virkur. Já, sem að svona, þar sem eru bæði fólk frá Palestínu að posta beiðnum og Svo er það líka sko ef að maður pikkar út kannski einhver nöfn, ef maður kannast við einhver nöfn, eins og bara kannski nöfnin okkar eða eitthvað slíkt, að þá er hægt að sjá náttúrulega hverjir eru vinir manns, auðvitað ef maður opnar fésbókina, og þar kemur fram oft þessi palestínsku vinir. En líka þá kemur þetta aldrei mikið sko íslenska fólki sem við erum í tengslum við, og það er kannski hægt að fara aldrei inn á fésbókina og fylgjast með því hvað við erum að gera, hverju við erum að posta. Og til dæmis hún Kristín Bjarnadóttir, Kristín S. Bjarnadóttir, hún er sko nánast fyrst með fréttirnar. Það er svo merkilegt með það, hún er alveg með puttan á púlsinum. Nei, hún er langfyrst með fréttirnar, sko. Allir fjölmiðlar á þessu landi með að bara skamma sín. Þeir mega svo skamma sín. Ég hvet fólk til þess að lesa fæslurnar Kristínar. Já, ég hafði sambandið Kristínu, en hún því miður gæti ekki verið með okkur í bauðin að vera með á Zoom. En hún því miður gæti ekki verið með okkur núna. Hún er bókstaflega fyrst með fréttirnar, sko. Og líka að, ég segi bara í leiðinni að ég skil ekki hvernig fólk getur lokað augunum fyrir þessu, fyrir það fyrsta. Mér finnst það algjörlega óskiljanlegt. Og fólk er að koma með afsakanir eins og eða afsakanir, auðvitað hefur hver og eitt sína skoðun og ég ber bara fulla virðingu fyrir því að sjálfsögðu. En sko, þetta eru lifandi manneskjur eins og við, með börnin sín, sem vilja börnunum sínum allt það besta og framtíð fyrir börnin sín. Og hvernig getum við lokað bara sem manneskjur, sem bara haft sko mennskan í okkur og samlíðanin í okkur, hvernig getum við sko stoppað og lokað augunum fyrir þessu. Bara, það er óskiljanlegt alveg. Já, einmitt. En mér langar líka því að nú hefur náttúrulega verið að svolítið stigmagnast þetta ástand. Einmitt maður heldur alltaf að þetta geti ekki orðið verra og þá verður það verra. En núna til dæmis er bara verið að skipulegar hreinsa út af svæðinu. Hafið þið tekið eftir svona einhverju aukningu í beiðnum eða svona gríðarlegri. Og meiri örvæntingu. Fólk er svo örvæntingafull núna að það er hræðilegt. Að það er bara að sýna manni kannski skál með hveiti sem að sko rétt botnfylli á hveiti og það er það eina sem það á í dag. Eða kannski örfáar hvað ég að segja, bara brauðhleifur, einn brauðhleifur sem að einhver sýndi mér, ég man ekki lengur hver það var. Hann var myklaður, hann hreinsaði mykluna af og steikti brauðhleifin aftur. Og þetta var það sem þau höfðu fyrir daginn. Og það eru, sko, svo eru þarna unga börn. Við erum með nokkur nýfædd börn, 2 mánaða. Og nokkur á leiðinni. Og mæðurna náttúrulega þurfa næringu til að bara að geta látið barnið þroskast í móðurkviði. Líka þurfa þær næringu og dálítið sko líka ró pínu til að geta mjólka börnunum. Og þær gera það bara flestar ekki. En þá þarf líka að kaupa handa þessum litlu nýfæddu börnum mjólkur duft eða hvað hann nú heitir, formúlu. Og bleiur. Og allt sem þarf. Og það er náttúrulega, og það er allt orðið svo himinhátt verð á öllu og svo náttúrulega fæ ég auðvitað líka þær spurningar út í bæ hér, sko, býtu hvaðan kemur maturinn, það er búið að loka öllum aðföngum, það er búið að loka landamærunum fyrir aðföngum, en það er alltaf eitthvað sem berst inn þrátt fyrir það er fólk sem kemur með vörur og hafa einhverjir verið að hjálpa til, hefur mér sýnst sem að en nú er það alltaf verða uppurið líka, það er bara orðið uppurið. Og samanber myndir sem maður sér að það er bara baráttunum brauðið og svo er farið að vera líka núna sko að það eru einhverjir sem eru farnir að vaða uppi og rupla og ræna. Og þeir gasabúar hafa verið að tala um það núna að þetta séu sko, það eru ekki þeirra samlandar. Það eru hinir megin við landamærin sem eru að rupla og ræna. Og Sko, neyðin náttúrulega kallar fram bæði það besta og versta í fólki og fólk hættir ekkert að vera fólk sem er að lifa af
þjóðamorð. Það þannig sko að í einhver tíð stöðvunum var lokað öllum landamærum og innflutningi var lokað 2. mars. Það hefur ekkert borist inn af hjálpargögnum síðan. Það mögulegt að það hafi eitthvað framan af eftir lokunina verið smyglað inn, en það sem til í dag mestmegnis matur sem að kaupmenn og aðrir sem höfðu ráð á því söfnuðu saman, og það eru þeir sem halda úti aðalega þessum matarstöðvum, þar sem og það svona þessum matarmörkuðum eða matarstöðvum. Neyðin orðin þannig að það eru farin að brjótast út átök hjá matarstöðunum, og það líka þannig að Ísrael sérstaklega að sprengja matarstöðvar. Og þeir hafa náttúrulega lagt sig fram það frá upphafi að eyðileggja vatnsleiðslurnar, að brenna akrana, að drepa dýrin og svo framvegis. Þetta kalkulerað þjóðamorð, og það búið að vera mjög skýrt í mjög langan tíma, og ég bara skil alls ekki hvernig pólitíkusa sem maður hélt að væri upplýstir bara get ekki skilið það. En og neyðin bara nákvæmlega eins og Júlía að lýsa því. Og það svona happ og klappa hvort að fólk kemst yfir einhvern mat eða ekki. Fólk að dreina hveitið sem maðgetið og ónýtt með pasta, með að rífa niður pasta. Hella út í það rósavatni eða einhverju sem það hefur til þess að drepa vestabragðið og svo framvegis. En já, og svo það allar mæðurnar með litlu börnin sín, og við veitum alveg að unga börn lifa ekki lengi af hungursneyð. Það eru þau sem fara fyrst og svo litlu börnin, og það þannig líka að ég sé það á fólkinu mínu, eða þessu fólki sem ég hef verið í sambandi við, að sko feðurnir, þeir minnka mest við sig. Þeir eru allir orðnir tálgaðir í framann sko, og sumir nánast óþekkjanlegir frá því fyrir einhverjum mánuðum eða ári síðan. Konurnar eru flestar ef ekki allar konur með svima og farnar að sýna merki vannæringar, en þau halda náttúrulega lengst lífi í börnunum sínum. Já. Og ég get alveg tekið fyllilega undir sko, með þeim báðum vinkonum mínum. Við Ella sko, við kynntumst bara í gegnum okkar starf. Við Júlía búin að þekkjast lengur, einhver 10 ár sennilega. Að þetta erfitt. Það tekur á, og stundum brotnar maður saman, stundum grætur maður sig í svefn. Stundum maður allstaðar, annarstaðar með hausinn heldur en í vinnunni og allt þetta. Syni mínir kvartir því að ég sé ekki eins aflugufærum spjall eins og ég var áður alls konar. Þetta tekur alls konar, en þetta gefur svo mikið meira. Já. Ég tek algjörlega undir það með Júlíu hvað sko, þetta fólk sko ég held ég þekkti seiglu á henni kynntist þessu fólki, ég bara gerði það alls ekki. Ég held ég þekkti æðruleysi, fyrir mér var það samt eitthvað svona bara svona dularfullt hugtak. Ég skil það núna eftir að hafa kynnst þessu fólki. Og stundum þegar ég tala við einhvern, þá bara beinlínis stækkar ég mig hjartað og ég fyllist af einhverjum krafti sem gefur mér færi á að halda áfram, skilurðu. Annars myndi maður bara kannski gefast upp. En það þetta fólk, það fólkið á Gaza sem heldur mér gangandi, alveg eins og ég held þeim gangandi. Þetta náttúrulega samskipti. Og ég vildi ekki hafa gert þetta. Ég vil ekki horfa tilbaka og hafa þagði við þjóðamorði. Ég vil ekki hafa þetta á samviskunni. Ég vil geta hort tilbaka og hugsað með hlýju til þessa fólks og vonandi sem flestir og vonandi áframverði í samskiptum við sem flest. Ég vil geta sagt með stolti að ég hafi geta gert allt það sem ég gat. Svo mega náttúrulega stjórnvöld skammast sín
það sem eftir fyrir það sem að þau eru ekki búin að gera. Já. Mér finnst alveg hreint ömurlegt og það sem að mér finnst raunverulega virkilega erfitt að það sé verið að leggja nafn þessara þjóðar Íslands við þjóðamorð. Það étur mig, sko. Já, einmitt. Þegar þið eru í samskiptum við þau í gegnum hvað myndsímtöl og mikið á Messenger mest á Messenger sko. Já. Vegna þess líka og það kannski gott að hafa komið fram, það eru sko fæst talandi á ensku. Myndsímtölin eru mjög gefandi og dásamleg en við erum jöfn á Messenger, þá eru allir með Google Translate. Ég stundum að spjalla á arabísku við einmitt, og bara um leið og ég sendi þá skil ég ekki sjálf hvað ég var að segja. en þar eru við jöfn, sko. Já, akkurat. Þetta náttúrulega bara svo, mann skortir orð til þess að En það líka einmitt þessi skilaboð Messenger sem eru svo ofboðslega mikilvæg vegna þess að þó að við getum ekki gefið alltaf og við erum bara ekki stakk búin til þess að vera endalist að gefa. Þess vegna erum við að reyna að fá fleiri. En það er svo maður finnur sko hvað þetta fólk sko þarf mikið á því að halda að tala við okkur. Að tjá sig og fá svona huggunarorð einhvern veginn og láta stappa í sig stálinu og fá svona bara notaligheit. Og bara einhver falli bara svona pepp eins og við segjum bara. Og hlýju. Já, einmitt. Ver ekki skilin eftir í þögninni, sko. Það að heimurinn þegi, það er verst. Já, akkurat. Eins og þau skipta ekki máli og eins og sálfræði hernaðurinn sem Ísrael beitir, þeir beita náttúrulega öllum tegundum af hernaði, það er þetta sem þeir gera út á. Það er öllum sama. Einmitt. Með okkur vita þau að það er ekki öllum sama. Já. En hvað er svona lokum nú er þetta náttúrulega bara eins og ég segi, þetta er orðið svo skelfilegt. Hvað er svona framundan? Er fólk að reyna að yfirgefa Gaza? Er það að reyna bara einhvern veginn að lifa af? Eða það er náttúrulega ekki hægt að yfirgefa Gaza. Það er allt lokað. Og þótt margir vildu og sko, ég hef fengið alls konar sögur og frásagnir og neyðaróp eins og ef ég degi í nótt viltu segja fólkinu að ég studdi aldrei Hamas, ég var ekki með í þessu stríði, ég er bara fædd á Gaza og mér langaði að lifa á Gaza í friði. Venjuleg manneskja, já. Venjuleg manneskja. Þessi koni 25 ára sem sagði þetta sem að svona, mér datt fyrst í hug. Af þeim sem hafa sendt álíka skilaboð. Það sem er að gerast núna er það sem að þeir hafa kallað, hvað heitir það, Objective Supreme, sem er náttúrulega sama aðgerð og endlösung nasistanna átti að fela í sér. Þeir eru að skipa öllu fólki núna þeir hvetja íbúa eins og RÚV lafti upp frá beint frá Ísraelsstjórn, hvetja íbúa til þess að fara til suðurs. Við skulum athuga það, sko. Það er ekkert í suðrinu. Hvert er við að fara? Það er búið að jafna gas, Rafaborg við jörðu. Það er ekkert. Vegirnir eru allir uppsprengtir. Það er ekki til bensíndropi. Hvernig á fólk að fara sem hefur ekki borðað í 2 mánuði? Á það að labba með börnin sín? Og gamalmenni líka, foreldrar, kannski veikir, ömmur. Þetta er algjörlega, sko, þetta er algjörlega ómögulegt. Almavasi, öll þessi svæði eru svo þéttsettin að fólki, þetta er ekki hægt og við vitum alveg hvað fer fram. Þeir rekja þau á stað með skriðdrekum og flugvélum. Þau verða sko skotin á leiðinni. Það er þannig. Það verður sko, og í okkar boði þá verður framið þetta stæðsta og ógeðslegasta þjóðamorð sögunar. Og það er það sem er í bígerð. Og það er ekki hægt. Fólkið kemst ekki þannig að það þarf að stoppa herinn. Þannig að íslensk stjórnvöld þurfa að standa í lappirnar og sýna að sé eitthvað á bakvið orðin, tóm.
Er eitthvað sem að þið viljið? Já, mér langar aðeins að segja frá svolítið sem að hún hefur komið fram hjá vinkonu minni henni Hanín oftar en einu sinni. Hún með 4 börn, lítil svona frekar. Hún er svo hrædd við að deyja frá þeim. Já. Og ég hef heyrt þetta frá annari móður, ég hugsa það séu hjá mörgum þeirra. Og ég finn líka hún er svona reyna svo mikið að vernda börnin sín frá þessum hryllingi með því að sko vera að leika við þau og stytta þeim stundir og ýmislegan hátt og ég veit svo sem ekki alveg auðvitað hljóta börnin að átta sig á því hvað gerast. En þetta er svona það sem hefur komið fram. Ég held ég hef ekkert öðru við að bæta en mér finnst það til háborinnar skammar hvernig að þjóðir heims skuli ekki bregðast við. Já, einmitt. Ég held að það sé bara einmitt. Talað úr okkar hjarta. Þetta er, ég vitna í eina sem að ég hef verið í samskiptum við, bara hvert eigum við að fara. Það er varla pláss fyrir, sko, það eru 2 milljónir manna sem að þurfa að fara og koma sér fyrir, ég eiginlega veit ekki hvar. Nei, einmitt. Og ég bara lýsi því yfir líka eins og hérna bara þjóðir heims, hvað er að gerast? Af hverju gerum við ekki neitt? Við hvað erum við hrædd? Hvað er það sem stoppar? Af hverju getum við ekki bara farið og hvað með Sameinuðu þjóðirnar? Þú veist, þetta er bara... Sko þetta þjóðamorð náttúrulega myndi ekki verða framin nema að því að NATO-ríkin er að dæla þarna vopnum og við erum partur af NATO. Það hins vegar þarf bara eitt NATO-ríki að standa upp og segja stopp, þetta er orðið gott, þetta er löngu orðið gott og þá fylgja fleira á eftir. Það er hægt að stoppa þetta og ég vonaði svo lengi og ég vonaði ennþá, ég ætla bara að ríghalda í það sem að eftir það er vonin að íslensk stjórnvöld sjáu sóma sinni því að verða fyrsta NATO-ríki til þess að segja stopp. Já. Algjörlega. Já, maður hefur á tilfinningunni sko að íslensk stjórnvöld séu undir hælnum á einhverjum öðrum stjórnvöldum og ég segi ekki meir. Já, einmitt. Já, ég er bara og kannski að lokum ef við hvetjum fólk til þess að kynna sér þessar safnanir og leita að ykkur á Facebook. Já, mikið væri það. Ég segi bara loksins kom Facebook að notum. Aldrei hef ég trúað þessu. Og bara endilega farið þið inn á Facebook. Við erum þar allar, ég heiti Guðný Gústafsdóttir, Júlía, Elínborg, við erum þar allar og mikið fleiri. Já. Við lóðsum ykkur í gegnum þetta, við gerum hvað sem er. Já. Og þið finnið fullt af okkur. Já. Fullt af okkur. Já, einmitt. Það er bara... Við þurfum að verða miklu fleiri. Já, einmitt. Bara... Það eru góð loka orð og bara takk fyrir Júlía, Ella og Guðný. Takk kærlega fyrir að koma og deila þessu með okkur. Takk. Og við byggjum ykkur að staldra eins við, það er meira hér handa við hlið. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.